Komið sæl, kæru hlustundur og verið hjartalega velkomin í hlaðvarp Myntkaupa. Í dag fimmtudagurinn 28. ágúst 2025 og Bitcoin í $112.373 dollurum. Og hjá mér sestur Björn Harðarson, vertu blessaður Björn. Blessa og sæl, gott að koma aftur. Já, velkomin heim frá Vilnius. Treyjulaus. Já, ég byrst afsökunar á því. Klúðraði big time, sko. Já, afsökunarbeinin samþykkt og til að sína að ég sé ekki svona resentful person, þá ef ég verð fyrir til að fara næst til útlanda, þá muni samt sem áður kaupa treyju fyrir þig. Sko, þú ert ekki með derhúu, þú er alltaf verið með Bitcoin derhúu eða Myntkaup derhúu. Ég fór í klippingu í dag, það var bara, fannst svona við hæfi bara þá að flassa þig einhvern veginn, sko. Já, skil það reyndar. Þannig að, ok, við erum að fara yfir ýmislegt í þessum þætti. Já. Ég ætla að byrja aðeins á að rekja sko atburðarás af því að þú sagðir hérna í einu þætti að þú teldir að mómenti sem við ættum að vera að bíða eftir að sjá markaðin virkilega taka við sér og þá sérstaklega kannski aðra myntir en Bitcoin en gerir ráð fyrir að Bitcoin líka svo sem þeir stýrivextir í Bandaríkjunum lækka. Já. Og það svona búið að vera ákveðin rollercoaster í þeim efnum að við vorum búin að fjalla inn í síðasta þætti sem við spjöllum saman jákvæðar verðbólgutölur í Bandaríkjunum með CPI-tölunar. Já. Daginn eftir frekar en 2 dögum eftir, ég man ekki hvort það var, þá koma eins og neikvæðar PPI-tölur. Já, já. Sem CPI stendur fyrir Consumer Price Index sem bara þessi hefðbundna verðbólga. Já, sem væri þá neyslu vísitala sko, verðbólga sann neyslu vísitölu. Það consumer þá neytandinn sko. En PPI stendur fyrir Production Price Index sem væri þá vísitala framleiðsluvers, ætli ég með ekki þýðan á þannig. Og það var svolítið mikið frávik frá spám. Ég held að spár hafi gert ráð fyrir 0,2% aukningu milli mánaða en var 0,9%. Já, og menn þetta bara að segja það sé mögulega, tollaáhrif, að það sé dýrara að framleiða vörur í Bandaríkjunum að því að að þeir eru að kaupa inn hráefni og annað slíkt sko sem dýrara. Einmitt, og þetta keyrði markaði svolítið niður og allt í einu var komið svolítið rollercoaster að því að stóru náttúrulega með þessar jákvæða verðbólgutölu sem við fjöllum að það var að vera að tala bara 90% pluss líkur á stýrivaxtalækkun í september. Þessar tölur settu það í smá uppnám. Já, á sama tíma, maður veit ekki nákvæmlega hvað þú styrir að hafa áhrif. Þetta á þriðjudegi miðvikudegi held ég það ekki? Jú, sko, minnir, ég sé að fara að CPI kom á mánudegi. Já. Og hinar tölur komið svo þriðjudegi að miðvikudegi. Já, og svo á sama tíma þessar tölur eru að koma, þá menn að búa sig undir þetta svo kallað Jackson Hole sem bara svona spjall manna eins og seðlabankastjóra markaðin í heild sinni og það svona, menn spáði því að Powell yrði frekar svona í neikværi kantinum í þessu og þá þannig við getum jafnvel sagt að markaðurinn hafi verið að fara aðeins niður út frá þeim spám einhvern veginn sko. Einmitt og sko svo einmitt svona þessi rússibanni sko að svo hann bara eitthvað miklu jákvæðri og bjartsýni en samt alltaf kallast þegar við talum sko jákvæðri að hann alltaf að tala að hann hafi áhyggjur af atvinnu ástandinu, þetta verður alltaf svona smá öfugsnúið og maður þarf að svona passa sig að tala af virðingu sko því að mér finnst stundulegilegt þegar svona markaðsaðilar það ekki jákvætt þegar eru einhverju brestir í atvinnulífinu sko og atvinnuleysi mögulega að fara að aukast og svo leiðis en staðurinn alltaf svo að það gefur seðlabankastjóra tilefni til þess að þá fara að örva hagkerfið og lækka stýrivexti og fá smá búst inn í hagkerfið þannig að hann fer að tala að það séu því að það séu bara mjög líklega sterkar forsendur fyrir vaxtalækkun. Og nú eru markaðsaðilar aftur og mjög confident, líkunar að rokka eitthvað frá 85 til 92% á 25 púnta vaxtalækkun. Já, og þá fer markaðurinn að fara upp á föstudeginum þegar þetta
þegar þetta hann Jackson Hole Já, og það gerist eru svolítið bara svona jákvæður hann þessa helgina fram að sunnudeginum. Já, og ég skulum ekki sko bara gleyma, þú veist, þetta var rosalegt sko, það eiginlega kom mér mjög óvart, ég veit að hann var jákvæður og allt það, en þetta gerist nú í miðjum bara upptökum hérna hjá okkur Guðlaugi frá Visku í síðasta þætti að hérna, og svo sér maður bara eftir þáttinn, þá allt bara að keyra upp úr öllu valdi, Bitcoin að vísu minnst, en þá kemur kannski að svona næsta stóra atriði í Ethereum sem núna stendur í $4,511, það klukkaði nýtt all-time high. Já, fyrsta skipti í hvað, 4 ár? Já, rétt tæplega. Það var nóvember 2021 sem það fór í 4.900 og hefur núna farið, náði ekki alveg 5.000 en það var mjög nálægt. Sko. Coin market cap skráir $4.953, svo það aðeins búið að slá tilbaka. Þannig að já, ég heldur svona bara aðeins draga þetta saman þetta sem búið að gerast. Já, svo gerist það á sunnudeginum. Það kemur eitthvað svona frétt frá þeim sem að fylgjast með svona on-chain data að það eitthvað svona gamalt veski sem að taka 23 eða 24.000 held ég að sé þarna Bitcoin og selja það. Sögurnar af þessu eru mismöndi. Þú veist, sumar sögur segja hann saldi helming, setti annað á eitthvað svona svipa hyperliquid, eitthvað svona, þú veist, til að fara eitthvað svona long, eitthvað svo leið, sko. Sögur sem ég hef séð, alveg sem að eitthvað á bakvið, sem ég fannst mjög áhugaverðar, sem við getum alveg talað meira, að hafi selt og keypt í Ethereum og steikað það strax. Já, ok. Það meikar svona smá sens með að við price-actionið, sko. Það alltaf held ég frekar augljóst að það búið að vera held ég frekar augljóst að það búið að vera eitthvað svona flæði út úr Bitcoin yfir í Ethereum. Það held ég bara, það ekki annað en að horfa á markaðin til að átta sig á því. En sko varandi þetta er svona skemmtilegt við þetta starf sko í myndkaupum að maður svona að tala við viðskiptavinni, spjalla við þau síma eða þeir eru að kíkja í kaffi eða hvað það og margir að hlusta á hérna hlaðvarpið og ég var nú að tala við einn góðan viðskiptavinn sem hann komið svo áhugaðan punkt sko varandi þetta, hann sagði þú veist ok, menn eitthvað að panika yfir eða panika kannski svolítið dramatíst en menn eitthvað að hafa áhyggjur af einmitt því að það eru eitthvað svona OG Satoshi Bitcoinerar sem eru greinilega búin að vera að selja við vorum fjöllum áðurinnum en sem seldi í gennum Galaxy Digital hvað 80 Bitcoin eða hvað það var og þú veist, einhverjir að tala ég held að Willi Wu hafi verið að segja sko, hérna, það sé núna bara svona smá biðstaða sko með Bitcoin að menn viljið aldrei svona sjá hvað framundan, þeir eru fleiri að fara að koma og dömpa en þessi ágæti maður sagði sko mér er bara aðal fréttin í þessu vera svo að hvaða annar markaður í heiminum ræður við það að þú seljir helgi fyrir áallega eitthvað $2,2 miljardar eða 2,3 eða 2,4 eða hvað og þú bara selur þetta liquid helgi og hvað gerir Bitcoin að lækka 2-3% eða eitthvað, skilurðu? Þú veist, það ekki stóra fréttin í þessu? Jú, og þess mér finnst þetta reyndar mjög áhugavert að selja svona mikið á sunnudegi þegar þú veist að hérna, hvað við segja, hérna voljúmi oft bara minna og verðið næmnara fyrir hreyfingum. Ég ætla að koma eina pælingu, ég er ekki að segja þetta sé raunveruleiki og ég er ekki að segja þetta sé kenning, en ég hugsaði sko, ef þetta er rétt, hann færði allt yfir í Ethereum. Þá virka þetta svolítið eins og hann væri að reyna að koma þessu yfir í þetta svona market cycle svona þróun að fara yfir altcoins. Já. Því að þú veist, Bitcoin lækkar aðeins, ekki mikið eins og segir, Ethereum byrjar að keyra upp og allt annað byrjar að keyra upp líka. Sko. Einmitt. Maður er klárlega að sjá það, ég meina að þessi altcoin meter, hann fer stöðugt vaxandi, komin í 56 núna. Já, ég held að Bitcoin Dominance hafi farið niður fyrir 60. Niður í 60, geta ekki Jú, neðar en það 57,5 núna sko. Jú, Bitcoin Dominance múin að hraðri niðurleið í Ethereum Dominance sem ég finnst aðslegt hugtaka því að mér finnst ekki mega sens að tala Dominance hjá einhverju sem en það er samt enga síður viðurkennt hugtakanótkun í þessu og það orðið 14%
sem hæsta sem hefur verið í bara mjög langan tíma en mjög áhvert í þessu sko að þessi sýnir kannski hvað Bitcoin búið að vera fyrirferða mikið í þessu að þú veist nú svona að byrja að minna mann á bull market, þú veist, ég sagði ég vil sjá Ethereum í all time high og ég vil sjá Solana í $300. Við erum búin að fá annað af því, við erum búin að fá Ethereum í all time high rétt undir því núna og aðra rafmyntir eru búin að vera að performa vel, þú veist, þetta svona að fara að minna mann meira á svona eitthvað svona pre-bull market eða hvað það þú veist, en fýrin grýtir í 45. Já, ekki. Það auðvitað fyrir þann sem skilur sko, markaðan og hvernig þessi indikator virka, þá það mjög jákvætt en að samanskapa maður svolítið klórandi sér í hausnum, hvernig getur það staðist? Ég meina ok, þó svo að Bitcoin sé, ég skil það að menn eru fyrir vonbrigðum með Bitcoin en það samt í $112,000 sko, skilur, og hitt núna að byrja að keyru, þú veist að þið voru nú nefna Solana, ég meina það komið $215 núna. Já, sem þú veist ég myndi segja mjög jákvætt því eina fréttun sem kannski fór fram hjá mörgum í síðustu viku var að fjármálaeftirliti frestaði, þú veist það var dagsending sem átti að taka ákvörðun og þeir frestuðu, þeir samþyktu ekki, þannig þeir frestuðu til 16. október að samþykja Solana ETF sem að, það geta alveg komið fyrr en við erum komið núna fram að þessa síðustu deadline sko. Já, þeir hafa ekki, það verði ekki frekari frestur, þeir verða að taka ákvörðun. Það verða að síðast, það var daginn og þeir frestuði, kannski svolítið svona, menn voru einhverjir að vona að við fengjum bara já, sko. En þeir hafa verið, þeir eru bara mjög konsistent í þessu, að þeir fara alltaf fram á allra síðasta deadline. Já. Það hefur bara verið patternið í þessu öllu. Og þú veist, þetta risavaxið moment of truth, þú veist, greiningaraðalar, Bloomberg er alltaf að tala um 90% líkur að þetta verða allt samþykkt. Ég viðurkenni, þú veist, ef ég bara segja sko, hvernig mér líður tilfinningarlega þá líður mér eiginlega eins og sé eiginlega 100% sko, ef ég að vera bara alveg hreinskilinn, með Paul Atkins head of SEC sem með Project Crypto, hann búinn að segja only very few tokens can be considered securities, þú veist. Ég meina, ef maður samþykir ekki Solana, þá hann að segja að ég ekki að fara að samþykja neitt nema Bitcoin og Ethereum. Sko. Einmitt. Það bara einmitt. Og að samanskapi, ef hann samþykir Solana... Þá hann bara að samþykja allt annað. Já. Þú veist, basically. Nei, þú veist, ekki allt annað kannski, en bara, þú veist, XRP, þú veist. Já. Þó XRP myndi ég nú halda sé fer að segja sé miklu meira centralized heldur en nokkuð tíman Solana. En ég meina Solana sé meira centralized heldur en Ethereum, jafnvel, sko. Solana meira... Já, ég sá ykkur á tölunum dag, ég held að Ethereum væri meira centralized, sko. Þú ert að segja... Solana sé meira en Ethereum. Að það sé meira miðstýrt Solana, heldur Ethereum. Nei, ekki centralized. Já, það sé decentralized, það sé að dreifstýra það. Já, dreifstýra. Ég held nú að mjög fáið sér sammála því. Ethereum auðvitað Bitcoin langt dreifstýrasta keðjan, menn tala keðjur eins og Doge sem dæmi líka. En svona markaðskonsensun Ethereum af þessum stóru fyrir Bitcoin langmest það ferur svolítið eftir hvernig við horfum á þetta því að þú veist, það sem að kemur ef þú tekur inn í að þeir sem að steika séu einn aðili að þá er það mjög stórir aðilar í Ethereum eins og Lido. Einmitt eins og Lido og hérna Rocket Pool. Einmitt, þeir eru vissulega gríðlega stórir. Þannig að þú ert alveg með eitthvað argument, en ég svona að segja general konsensus að klála Ethereum sem decentralized en eflaust má... En þú veist, ég held að við séum bara bíða eftir dagsendingunum sem þetta kemur, sko. Já, einmitt. Og það eitthvað veginn, þú veist, þú varst með einhverja fréttir, hvað það segja, voru að Philipseyjar? Nei, hvað var það? Philipseyjar voru það er ég veit ekki hvort það sé frumvarpið það er að Philipseyjar að stinga upp á að kaupa 10.000 Bitcoin og setja í svona í sjóð einmitt, svona strategic reserve. Þannig að við erum alltaf að sjá eitthvað svona einmitt. Kannski ekki mikið miða við það sem einhver fyrirtæki að kaupa eins og Sailor og eitthvað svoleiðis, sko. En minna þetta svona hluta af þessu svona game theory dæmi sem að þú veist bara það er fleira og fleira að koma inn og nation states og svo framvegis, sko. Einmitt, þetta rúmlega $miljardur sko á núverandi gengi 10.000 Bitcoin, sko. Þannig að einhvern tímann hefði þetta þótt
mjög stór frétt sko, en það svona aldrei súmerað, þú veist, markaðurinn í ákveðinu biðstöðu núna, þú veist, það ágústmánuður, eins og ég segi, sögulega verið mjög slappur, ég myndi segja að þessi ágústmánuður endar hefur verið bara mjög flottur, ég veit að Bitcoin niður. Ég held í gær vorum við samt út frá Bitcoini, þá vorum við akkurat í nulli. Já. Þú frá upphafi og þannig til einu gær. Já, frá ágúst. Þannig að þú veist, ágúst hefur verið lélegur, þannig eins og við töluðum einhverju þættunum, ágúst hefur hins vegar verið í pluss á 2021 og 2017. September hefur verið verri, en ég hef aðeins pælt í því, bara fá þitt svona teika á það, sko, að svona ef við tökum altcoins inn í þetta, þá erum við að sjá að, þú veist, að ágúst búin að vera bara mjög svona jákvæð mánuður. Sko, fyrir rafmyntamarkaðin í heild sinni, engin spurning, ágúst búin að vera mjög góð mánuður. Það bara svona magnað að sjá, sko, ég veit ekki nema maður sjálfur. Vorum aftur í 4 trilljónir, já. Já, og hérna, sko, við erum núna í 3,9. Já. En sko, þú veist, markaðurinn bara, þú veist, maður sér þetta alltaf og maður fellur sjálfur oft í þessa grifju, að þú veist, það svo stutt síðan manni fannst $3,000 í Ethereum vera alveg bara, þú veist, mjög impressíft. Svo ferða hann að réttna ekki 5.000, sígur svo eitthvað niður 10% cirka. Og það var allir svona, hvað, þú veist, skilur, það var allir komin einhver vonbriði stemning með Ethereum og þú veist, þetta og ég getur sagt það saman með Bitcoin, bara nú eitthvað 112.000 og bara, þú veist, það þú veist, svona afturkomin að vonbriði stemning og það sem fólk skilur ekki og ég man að þetta var þetta mjög einföld speki en ég man eftir því þegar ég var að byrja í krypto og við Patrikur framkvæmdastjóri Myntku vorum mikið að spjalla markaðin og krypto og Bitcoin og allt þetta og hann sagði mér sko, þú veist, það þetta sem svo sálfræðilega búlis af því að þá var hann með minnum að hafa verið í kringu það þegar við erum að sko fara í loftið þá var svona $10,000 það var $10,000 Bitcoin var svaka target sko því við vorum í 8.000 svo loksins breykum við það, fer í 12.000 og svo sígur aftur niður í 10.000 og þá var $10,000 orðið svona að geða döll og boring vonbrigða lélegt verð. Þú veist, breytist bara á örstuðum tíma úr því að vera eitthvað svona, wow, það að fara yfir 10.000. Svo næsta myndast svona skamtíma eufóría, sko, og hún rennur svo fljótt út og, þú veist, þá markaðan bara að segja okkur finnst þetta lágt verð, okkur finnst þetta lélegt verð og þá það svona í sögulegu samhengi að minnsta kosti yfirleitt frekar sterkur indikator en það að markaðan að fara að keyra þessi verð hærra upp og svona gengur þetta bara kolla þú getur bara raki Bitcoin sögun og hún öll svona, þú veist, einhvern tímann var $10 mikið mælstón og svo $100 og svo $1,000 og svo $10,000 og þú veist, ég man bara þegar við vorum að hefði okkar vegferð í svona 2020, þú veist, $100,000 Bitcoin, skilur, það var bara, þú veist, það voru bara einhvern draumóra menn eins og við sem trúðum á og nú ertu komið veruleikann, það bara orðið boring, það bara orðið lið, þú veist, og nótabenni við erum alveg sko 12% yfir það núna, þú veist, rétt ímyndaðir ef Bitcoin myndi droppa núna niður í 100.000, þá allir bara, hvað að gerast, skilur þú? Ég meina svona pælingu, þetta fáið til að svona kommenta á það eða þú treysti þig til, sko, að við höfum séð það í búlmarked að í september hefur markaðurinn tekið 20-30% dífu svona smá tíma. Við erum að sjá það að dífunar eru miklu minni en þau voru. Við erum að taka samt við tókum svolítið dífu í síðustu viku. Ok, ekki 20% dífu eitthvað, sko, við tókum dífu, getum við sagt eitthvað leiti og við erum að sjá það að menn að spá því að í september verðu vaxtalækkun. Getur verið að dífan sem var samt ekki 20-30% sé að koma fyrir núna og við sjáum ekki þessa 20% dífu í september eða heldur að sé ennþá markaðan hrættur og menn fara að selja í september og við hörum 20% niður. Veist, þetta náttúrulega erfitt að skiluru en ok, ég skal segja alltaf þetta, þú veist, vaxtaákvörðunin 16. til 17. september.
Já, og þú teka dýfurnar í september hafa venjulega verið fyrstu aðra vikuna, svo fyrir við upp eftir það. Já, einmitt, þannig að þú veist ég á erfitt með en teka fram kann vel að rámt fyrir menn, ég á erfitt með að sjá einhverja mikla að því gerna ekkert breytist í þessum spám sem gera ráð fyrir þessari 25 púnta vaxtalækkun. Þú veist, ég á svolítið erfitt með að sjá markaðinn hristast eitthvað mikið niður meðan við erum enn að bíða eftir því en hann kom líka inn á þetta mjög vel hann hérna Guðlaugur hjá Visku í síðasta þætti þegar hann bent á sko að volatility eða hérna sveiflunar í sérstaklega Bitcoin alltaf að minnka en svo koma með annan áhugapunkt að það eru sérstaklega minnka niður á við. Það að segja, þú veist, þetta ákveðin mælikvarði að því að þú veist, auðvitað sáttu við að það sé mikla sveiflur upp, sko, og svo hérna þú veist, sáttu við þannig gerð af volatility. Og það þess vegna sem ég að velta fyrir mig hvort að september sveifla niður sé búin að koma þó hún hafi ekki verið meira en nú var. Já, ég bara af prinsipástæðum ætla ég að vera leiðilegur og segja, ég treysti mér ekki alveg til að svara, en ég augljóslega mjög bjartsýnn á haustið. Þú veist, hvort að það komi einhver dífa í september, þú veist, bara má þetta bara vel vera, ég meina, ég var alveg að sjá fyrir mér, ég hef ekkert verið hissa að sjá okkur í 130-40.000, ég meina við fórum náttúrulega í 124.000 dollara, sko, en hérna, þú veist, hann bent á hérna í síðasta þætti, sko, að þegar allt var að fara í skrúuna, hérna, í hérna vor, og Nasdaq vísitalan fór 30% niður, þá Bitcoin alltaf farið meira niður, Bitcoin fór jafn mikið niður. Svo þegar það bánsar og hækka Bitcoin miklu hérna meira, sko. Þannig að þú veist, og við erum allavega niður núna, eitthvað 10% frá toppnum á Bitcoin, þú veist, og það, þú veist, 10% frá toppi á Bitcoin í sögulegu samhengi ekki neitt. Nei. En ég ætla til að ég svona kannski gefi þér eitthvað svar, svo ég sé ekki bara alveg hérna eins og eitthvað teflón stjórnmálamaður, þá ætla ég að minnst að segja það að 10% dífa frá topp miklu meira í dag árið 2025 á Bitcoin heldur en nokkuð tímann 2021 eða eitthvað svoleiðis, sko. Af því þar varstu bara í veruleikar sem Bitcoin verið $60,000 og svo lækkar niður í 54 og maður hefur eitthvað enga tilfinningu fyrir, þú veist, þetta bara farið niður í 30 eða þetta farið skilur, en þú veist auðvitað getur allt gert og allt það en maður getur alltaf confidently sagt, þú veist, markarinn alveg búinn að prísinni eitthvað lækkun, sko. Veist, þetta alveg orðið significant lækkun, þetta líka náttúrulega orðið miklu meiri peningar, 10% dífa núna, það meir en $200 miljardar lækkun á market capinu, sko. Og veist, og svo erum við að halda áfram að sjá gott innflæði bæði hjá þessum treasury companies og hérna ETFs, þannig að það að minnst hvort margt sem vinnur með okkur en hvað hérna ertu með einhverjar fréttir sérstakar á rafmyndamarkaðnum? Ég hérna, mér langar að tala svolítið Solana. Já. Þú veist að það er svo margt núna, ég ætla bara að leiða mér að segja, ég er þetta búin að vera svektur eins og þú sjálfur með bara verðið á Solana eitthvað. En 215 strax aðeins annað, sko, hann líður betur. Og ég bara sjaldan verið eins bullish eins og síðustu svona 5-6 daga. Og það sem ég svona set fram með það, að ákveðri ég það, að þú veist, að það er aðeins búið að vera að gerast svona svipað og var að gerast með með Ethereum á sínum tíma, rétt á hann að það fór að uppbyssa miklu keyrslu. Það eru fyrirtæki, eða búið að tilkynna fyrirtæki sem að fara að setja Solana á balance sheetið sitt og það eru stór nöfn á bakveg. Ég er ekki að segja stór nöfn eins og við vorum að tala hérna okkur vantaði eitthvað svona Scaramucci og eitthvað slæðis. Ég heyrði reyndar að held í daginn eftir að tókum síðast að þátt að það var eitthvað umræðum að Arthur Hayes væri mögulega að fara að vera í frontunum fyrir eitt af þessum fyrirtækjum en það til dæmis, ég sá eitthvað svona 4 fyrirtæki sem voru að tilkynna eitthvað. Eitt þeirra sett saman af 3 stórum aðilum, Galaxy Digital, Multicon Capital og Jump Crypto. Þetta allt mjög stórir aðilar. Það annað Pantera sem eru mjög stóri líka
og ég skoða Það svíir ekki sem er Pantera. Já, ég held að sé eitthvað að joina þá, að reyna að reisa, var ekki 1,25 miljardar dollara. Jú, það getur verið. Já. Og tölunar, þú setur það saman sem að var sett saman sem voru búin að tilkynna þetta að kaupa, var tilkynnt að þetta voru held ég ykkur 4 fyrirtæki eða eitthvað sem var tilkynnt á 48 tímum og settir þessar tölur saman hvað það var mikið í dollaratorm, sem ég man ekki töluna, þá var það það var helmingurinn af því sem að Ethereum keypti á 6 mánuðum eða var að, hækka svona, hækka ekki allan tíman, að á þessum hækkunum sem búin að eiga sér stað og þessi fyrirtæki voru að kaupa. Ok, setjum það í meira samengi, bara til aðeins að velta fyrir hvað getur haft áhrif á Solana. Við höfum talað um, Solana samt bara 25% af market capinu á Ethereum. Þeir eru með miklu meira steika, þannig að frambúð á markanum er miklu minna líka. Þannig ef þetta reynist rétt út frá þessum tölum, þá gæti hækkunin á Solana orðið lágmark jafn góð og var á Ethereum, myndi ég segja, og jafnvel meira. Já. Ok, og ég skal koma með gagnrýni á þetta samt líka. Gagnrýni á þetta ef við tökum bara Galaxy Digital sem ég nefndi þetta og tökum við það Pantera líka. Þeir eru líklega ekki að fara að kaupa allt þetta Solana, því að þeir eiga töluvert mikið. Þeir keyptu rauninni hluta þrotabúinu hjá FTX á sinn tíma. En ok, svo ætla ég að fara að koma með svona gagnrýni á að segja að það sé eitthvað neikvætt. Það var líka með Ethereum. Mikið af þessum Ethereum sjóðum sem voru tilkynntir, eins og Joseph Lubin Sharplink, það var hann að setja inn í Sharplink fullt af því sem hann átti. Það hafði samt þessi áhrif á verðið. Þannig að við erum að tala um samt þessar ákvarðanir, þessi fyrirtæki, þessar tilkynningar hafa síðan áhrif á verðið. Mögulega vantar okkur eitthvað svona aðila sem eins og Tom Lee og Michael Saylor til að koma þessu inn, sko. En þú veist, ég samt bara viðurkenni það. Ég hef smá svona tilfinningunni að við séum á einhverjum stað núna. Ég sagði reyndar einhverjum síðan að Solana myndi líklega outperforma Ethereum, en það er þið kannski ekkit fyrir en einhvern mann í september sem að færa að taka stökki. Þeir eru búin að vera aðeins sterkari núna Ethereum ef við tækum einhver svona hækkanir. Já, ef við tökum síðustu 7 daga, þá Solana upp 18% og ETH upp 6%. Já, og þú veist, og ég svona hef svolítið þessa tilfinningu að við séum á okkur svona stað eins og við vorum rétt áður en er rétt þegar Ethereum byrjaði að hækka, ekki rétt áður, heldur en það byrjaði að hækka. Þannig, þú veist, ég trúi því alveg við getum farið að sjá $300-400 Solana. Já, maður er nú fyrir verulegum vonbrigðum eða fyrir ekki, þú veist, þú manst náttúrulega þegar Gaurar svo rápal, mann bara kann ekki við að nefna þessar tölu lengur, skilur við, en Rápal var talandi hérna bara alveg bara á fullu hérna fyrir ári síðan bara, við erum bara að fara að sjá sko, hann teiknaði aldrei bear case, base case og bull case og það var eitthvað sko $800 bear case hérna og hann var sko að tala um 2005 bæði vei sko, hann var að tala um base case var aldrei eitthvað að rokka frá 12-14, svo var hann að tala um sko bull case $2500 plus sko, og þetta hljómar allt svona frekar ridiculous núna. En þetta er bara goes to show, það er svo vond, þessna er maður svo, sko, auðvitað skilir svo vel, ég er nú ofta að spyrja þig hérna, hvað heldur þú að þetta sé að fara að hækka mikið og svo framvegis, en það er bara svo erfitt að svara þessu spurningu, því að þú ert með færustu og reyndustu menn í heimi sem, þú veist, Gaurar svo rápal, búin að vinna við markaðsgreiningar allt sitt líf og, þú veist, það er bara engin með kristallkúluna, þú verður bara að gera upp við þig. Hefur þú trú long term á þessu konsepti að þetta sé að fara að vera tækni eða eignir sem er að fara að vera verðmætari frekar en verðminni eftir sem framleiða stundir og þú bara hagar þínum fjárfestingum og fjármálum og samfæringu eftir því? Já, ég sá okkur útreikninga út frá þessum ég var að segja áðan. Ef það kæmi eitthvað svona svipa momentum eins og gerist með Ethereum, miðað við market capið og miðað við það allt saman, að þá værum við að sjá fram á $800 til $1400
Solana. Það sem ég erfitt að segja eitthvað svona, þá annars vegar veitum við ekkert á hvað löngu tíma og svo annað, það því að það sem vantar aðeins inn í þetta, allan eins og staðan í dag, að þú veist, Ethereum var ekki bara að hækka af því að þessi fyrirtæki voru að kaupa. Þessi fyrirtæki fóru að kaupa sem hafði það áhrif að fjárfestar fóru að kaupa kaupallarsjóði í Ethereum. Það vantar okkur aðeins þegar þessi Solana fyrirtæki fara að kaupa að við erum ekki ennþá komið með þessi Solana kaupallarsjóði sem að ætti að hækka það meira sko. Og þú veist, en pældi, við erum að sjá allt þetta aksjón og jú, retail örlítið að vakna en samt svo lítið. Þú veist, þannig að maður spyr sig, ég meina að þú veist þegar þú horfir bara á hvað retail gætt keyrt þennan markað svakal upp 2021 og ég veit að voru einhver institutions, þú varst með MicroStrategy, þú varst með Vogunasjóði og það var einhver 2 lífeyrissjóðir eða eitthvað í heiminum, skilur, en þú veist 80-90% af markaðnum var retail. Já, þú fannst fyrir retail FOMO þegar það fór að hækka. Já, 100% og maður finnur örlítið fyrir því núna, skulle við segja. Og þú veist, maður auðvitað með það þýsis að það kemur að því að við náum einhverju threshold þar sem retailin vaknar að fullum þunga og þá spyrir maður sig, þú veist, ef þetta á að vera eins og maður trúir að þetta sé sko markaður og sektor í örum vexti og adoption kurvan alltaf að aukast, að þá alltaf retail armíin að fara að vera miklu meiri núna heldur hann að 2001. Auðvitað getur þú komið mótrökin og sagt já vissulega en það var miklu meira retail, almenningur hann hafði miklu meira fjármagn milli handana vegna þess að það voru svo lágir vextir. Já. Það auðvitað ekki núna. Þannig að þú veist, auðvitað getur komið mótrökin en punktur minn bara þessi þú veist, við sáum hvað almenningur gat keyrt markaðinn hátt upp. Ég man ekki hvert market capið var í krypto, hvort það náði 3 triljónum 2001. Þú veist, það var eitthvað hann á 2-3 triljónur. Ég bara ekki með það fyrir fram mig. En ég bara segja, þegar þú bætir þessu við ofan á þetta svakalega fjármagn frá fyrirtækjum og sjóðum og það mikilvægt, ég veit þú sagði sjóðar á hann og menn nota þetta hugtakott í öfnum höndum en við finnst mikilvægt að gera greinamun á og þetta annars vegar með þessi treasury companies strategy, besta dæmið varandi Bitcoin, nú koma Solana og það Ethereum það þá fyrirtækin sem skráð á markað sem raun og veru að haga sér alveg eins og sjóðir, þar að segja þau bara að kaupa þessar undirliggjandi eignir, hvort sem Bitcoin í þegar Solana eða þá eitthvað fleiri myndir og svo annars vegar með sjóðina og það sem kom mér svo óvart ég hérna sem sagt þegar ég var að vinna heimaðuna mína fyrir viðtali við hann hérna Guðlaug hjá Visku að ég stóði þeirri meiningu að það væri miklu meira innflæði hjá sjóðunum, ETF-sjóðunum en málið að ef þú tekur Bitcoin sem dæmi þá á þessu ári 2005 þá eru fyrirtæki sem skráð á markaða búin að kaupa miklu meira magn, þau eru með eitthvað 70% hlutdeild af öllum Bitcoin kaupum á markaðanum á þessu ári. Já, má ég bæta einu? Þeir eru búin að outperforma þessa ETF-a þrátt fyrir að ETF-ani séu búin að kaupa svona svakalega mikið. Og þetta hlutfall mjög áhugavert, því að þú veist þú sagði 70%, ég sá einmitt eitthvað svona, sömu tölunar, 66%. Já, þetta var eitthvað svo leiðis, 2/3 cirka af hlutdeildinni. Gott að var ekki bara 67% sem ég sá, bara, og það ástæði fyrir ég segi þessa tölu. Svo sá ég hérna Ethereum og þá var hérna þessi fyrirtæki voru 66% sem mjög svipað en það sem ég finnst áhugavert þessa tölu að þú veist, MicroStrategy á langmesta Bitcoini og þeir eru búin að vera hann í nokkur ár 5 ár en þetta svipað hlutfall í Ethereum en það er bara einhver 2-3 mánuðir. Já, pældi því. Þannig að þú veist, það er ótrúlegt. Það finnst mér ótrúlegt. Það er að þú segir þessa tölu sem er bara áhugavert og það passar við, þú veist, hækkuna sem búin að eiga sér stað. Það kannski setur það ennþá meiri samhengi hvað hækkunin er mikið, hvað það gerist hratt í Ethereum
og ég auðvitað vona að það gerist það sama í Solana. Já, eðlilega. En sko, þú veist, ég núna eitthvað að ég viðurkenni, ég var orðin eitthvað minna spenntur fyrir þessum fyrirtækjum og ég var meira alltaf farin að hugsa hvað ETF-anir væru mikill game changer. Ég eiginlega svolítið búin að snúast í þessari skoðun minni, sko, út af því að bæði hvað þetta bara sláandi, hvað þeir eru að kaupa meira, því að maður bara búin að sjá frétti hvað ETF-anir eru búin að kaupa mikið. En það ekki bara það. Að við höfum að tala svolítið mögulega neikvæða hliðanar af þessum fyrirtækjum, þar að þau fljúa of nálægt sólinni og hérna að gíra svo mikið upp og svo fyrir markaðarinn taka leiðréttingu og þau spíralast í eitthvað líkvöldi og það sannarlega átið sem svona raunverulega ekki fyrir hendi hjá kaupallasjóðunum sem eru sko bara spott hérna sjóðir og þetta bara allir markaðar fara niður, þá munu fjárfestar þurfa að það er alveg málið, það er allt annað konsept en sko það sem ég segi svona móti sem gerir mig einhver leyti ég farin að vera svolítið spenntari fyrir fyrirtækjunum heldur en þessum ETF-sjóðum þó að ég sé sannlega finnist ETF-sjóðunum en þá vera náttúrulega gríðarlega stór þáttakandi, það óumdeilanlegt að fólk verður að minna sig á það að fólk notar oft í daglegri umræðu segir fólk oft bara BlackRock að kaupa svo mikið Bitcoin BlackRock náttúrulega ekki að kaupa Bitcoin með annan hátil það að kaupa fyrir hönd sína viðstæðina og þeir geta bara alveg eins og fólk getur bara á myndkaupum bara keypt og selt þegar það vilt sko. Þannig að þú getur ekki gefið það þó sé búið að vera svona mikið innflæði að það sé að fara að vera áfram með þetta sé að vera að þetta Bitcoin sé okkur höndum sem ætla aldrei að selja eins og við bara sjáum, það kemur lækkun og svo við verðum að skoða okkur var þessi lækkun og jú, þá kemur á daginn það var outflow þú veist 2 daga eða eitthvað úr BlackRock Bitcoin fyrirtækin aftur á móti þau eru bara með þetta play við erum bara með eitthvað konsept þar sem við erum bara að kaupa við erum bara með eitt tilgang í raun og veru og það er að kaupa til dæna rammynd yfirleitt Bitcoin en nú er að færast í aukana Ethereum og Solana og þannig erum við bara að gefa markaðnum exposure til að kaupa hlutabréf með þessu playi til að geta keypt meira jafnvel og svo verður alls konar svona áhugaverðar pælingar þessa prímju sem myndast oft sko á þessu en ég þar ertu sannlega með aðila sem ætla sér bara að kaupa ekki selja og auðvitað áttan hann getur neyðst til að selja en þeir ætla sér ekki að selja sammála. Þannig að þú veist ég svolítið svona bara wow þú veist og svo þetta ég skil það alveg að það nú grein á viðskiptablaðinu og þýtt grein sýndist mér eftir einhvern annan úr einhverjum öðrum enskum fjölmiðlum en enga síður alveg eðlilegar áhyggjur þeir sem að greina markaðin að náttúrulega fjallum þetta þeir fara að vekja athygli þetta stór fyrirtæki að þetta sé þú veist þetta skapi hætta á okkur bólumyndun og okkur slíku og ég skil það mjög vel og auðvitað sko þú veist hvort sem við erum ennþá í einhverjum 4-year cycle sem ég held ekki og ég nú fært mín rök fyrir því sem þætti þá að sjálfsögðu samt það að fara að gerast í öllu mörkuðum að það verður einhvers konar blow off toppur í öllu, skilurum mig. Það að segja, þá ekki tala að taki við bara 2 ára hrottalugur bjarnamarkaðar með eitthvað 70-80% correction. Ég hef enga trú á því persónulega. Það er annað kemur í ljós. En þú veist, það gerist með alveg saman hvað mann, það gerist á Nasdaq líka og í hlutabréfum og jafnvel í fasteignum einhver tiltekinn markaðar ofitnar og þannig að þú getur alltaf fært rök fyrir því að það sé einhver bólumyndun á markaði eiga sér stað og þetta eru rammyndir ekkert undanskildar því sko, þannig að ég meina ef þetta momentum einhvern heldur áfram að vaksa þá eru þetta ekkert það er ekkert að koma neinum óvart að það komi einhver leiðrétting á okkur tímabili sko og einhver fyrirtæki mögulega að fara í skrúinu. Já, það er alveg ákveðna líkur á því. Það er bara eðlilegt. Ég held að það gerist ekkert á næstunni en þú veist, það er alveg bara, það er líklegasta scenaríu að við keyrum niður sko. Já, einmitt. En þú myndist á retail á hann. Já. Og við sjáum ekki retail. Nei. Stundum við að tala að það er svona hækkar Google Search allt og við sjáum ég að bli í Ethereum stafsett vittlust hækkar líka sem bendir til retail að pæla. Einmitt. Mér fannst eitt í vikunni
vera svona dæmum retail FOMO. Og það er það kom hann að frétt sem að Trump Media eða World Liberty Finance, ég ætla að segja ekki bara, Trump Media á World Liberty Finance eða eitthvað. Þetta er eitthvað svo mikil keðja af, ég held það, jú, ég held það, já. Ég getum sagt þetta bæði bara, Trump Media hafi gefið út, þú kannski leiðrétti mig að segja eitthvað ránt, að þeir ætla að fara að kaupa gríðarlega magna af Zero tokenu sem er Crypto.com. Það fara að nota það á Truth Social einhverju leiti og á DeFi-plattforminu held ég World Liberty Finance. Já, einmitt. Já, þeir eru að fara í samstarf með Trump Media og Crypto.com og fyrirtæki sem heitir Yorkville er að fara í samstarf og basically gera þetta sama og eru búin að tala með Bitcoin og Solana og Ethereum, þeir ætla að fara í þessa tildögnu mynd, Zero. Já. Og það sem er kannski svona fréttin í þessu er náttúrulega fyrir það að þú veist með já, ég segi kannski ekki beint forseta Bandaríkjanna en þú ert enga síður með, þetta er Trump Media, sko. Hann er rauninni, hvað að segja, hann er Pepsi í þessu. Já, ekki spurning. Og þannig að þú veist, og ég skil alveg, menn sem eru svona viðra áhyggjur, bara er þetta ekki orðið of mikið konflikt of interest, hann er bara á bóla, við erum að tala sko, hann er með World Liberty Finance, hann er búin að lansa Memecoin, sem var náttúrulega hræðilegt. Hann er með hann að stablecoin og hvað, NFT og þetta er allt multi-billion dollar project sko. Þannig að þú veist, ég skil alveg að menn eru svona pínu bara þú veist, ok, en þú veist ég segi þetta bara fyrir mitt leiti sko, ég er bara fagnar að sé pro-krypto fórseti, auðvitað samt, þú veist við erum líka bara að tala markaðin hérna sko. Algjörlega, en þú veist, jú, engin spurning, þetta er mjög áhugavert og það sem ég fannst áhugavert við þetta að þessi frétt kemur út, eins og ég skil það rétt, þá eru þeir ekki búin að kaupa þetta gríðarlega magn sem þeir ætlaðu að kaupa. Nei, en fyrirtæki er bara, það er ekki... Það er fyrirtæki sem er svona ekki búið að stofna það beint? Það er búið að stofna en það er ekki búið að skráða á markað. Það reikna með að það veri komið í lok árs. En minna, á okkur 3-4 dögum þrefaldaðist verðið á Zero. Er það ekki bara retail? Jú, ég myndi... Retail er eitthvað starfna? Já. Er hann við hurðina einhvern veginn að ég er tilbúin að hoppa inn, hvað á ég hoppa inn í, sko? Þannig að það er hoppið inn í þetta. Og ég meina eins og við sjáum á myntkaupum, sko, að þá er alveg, við erum að sjá talsverða aukningu í nýskráningum, við erum líka að sjá aukningu í veltu, þannig að þú veist, ekki spurning, þú veist, retailin er að vakna, en ég bara segja að það er mjög langt frá því að vera eitthvað retail-æði og líka annar munur, þó ég hafi ekkert fyrir mér í því, ekki annað bara á tilfinninguna, en ég held að munur sé svolítið þessi. Ef við tökum bara snemma árs 2021, þá var bara mjög cool að vera Bitcoiner og í krypto, skilur, þú var svolítið að flexa því, fattaru, þú veist, eða þú fattar, það var bara svona, skilur, en ég bara segja, þú veist, skilur, það vissu allir að það var að keyra upp og þetta var spennandi og eitthvað spyrir, þú ert þú ekki búin að Bitcoin einhvern tíma okkur svona dæmi, ég held núna, þetta er bara tilfinningin mín, ég held svona að retail sé að vakna silently. Fattar hvað er að fara? Ég held það líka. Ég fór á fótboltaleiki 2021 og þá var fullt af fólki að koma tíminn og spurja mér á það. Já. Ég var ekki í podcasti þá. Nei. Það var samt miklu fleiri að koma tíminn 2021. Það vita miklu fleiri að ég er í krypto núna. Já. En og ég var ég hef verið í einhver svona grúppum, þær voru mjög virkar þarna. Og þær voru reyndar alveg virkar til svona mitt ár 2024, mér finnst meira að segja sko, meira að hægja á sér og þú veist það sem ég á erfitt með að skilja er að, og ég svona velti fyrir hver allar menn að koma inn að því að ég er búin að bíða eftir október, nóvember, desember 2025 í 3,5 ár að því það er að mínum að þetta er eitt skemmtilegasti tími í Bitcoin, það er október, nóvember, desember á 4 ára fresti. Já, en sko... Og þá tekið alkon sinn, að því að þú veist, það getur verið að svona september, október toppi oft Bitcoin. En sko desember 2000, ég ætla að segja bara, október, nóvember var geggjaður 2001. Já, 2001, þetta var kannski... Desember var hræðilegur. Desember var einhvern versti tími í lífsminn, sko. Þú getur verið sammála mér, þú veist, með þetta, þú veist, og ég er örugglega með það aftur í tíma 2017, þú veist,
2021 hefði átt að fara öðru sig. Já, þú veist, ég bara mun aldrei gleyma þessu, bara, þú veist, ég sagði við einhvern mjög náinn vin minn þegar Bitcoin breykar $69,000 í nóvember 2001, ég bara senda á hana Messenger, bara, nú bara ert að fara að sjá unfoldast bara the mother of all bullruns og literally bara á freaking sekundinni bara sturtast markaðurinn eða svona basically. Ég skal taka það fram hérna. Ég sagðist vera búin að hlakka til oktober, november, desember 2005 ekki af því að desember 2002 var frábær. Nei. Svona markaðurinn á 4 ára hringrásinni segir þetta á að vera þannig að við höfum að toppa september, oktober í Bitcoin og svo tekur altcoins bara stærsta rönni sitt, sko. Já, einmitt. Þú veist, já. Sko þú veist. En hvernig ætlar það fólk komið þegar Solana komin í 700? Sko, hér komum við aldrei inn á þetta. Við erum búin að vera að ræða þetta svolítið hjá myndköpum, sko, að við auðvitað höldum ekki á kristalkúlunni því miður, en við náttúrulega höfum það fórskot að við bara lifum á hærumst í þessu en svo eins og við tölum að þetta endur hvaða fórskot það endilega kemur að spá í spilin, sko. En við náttúrulega eðlilega, þú veist, förum í gegnum þennan bólamarkað 2020 og 2021, sjáum svolítið Rotterdam bjarnamarkað, það var svona alveg bara textbook, crypto, bull og bear market, þetta 4-year cycle concept sem kom mörgum á óvart og svo fannst mann allt eitthvað eins og rökrétt eftir á að hyggja og þú veist, aftur tekum við umræðan mjög snemma, þú veist, eru að fara aftur í 4 ára hringrás, þú veist, það breytt landslag, ETF-anir komnir, þetta voru viðurkenndra, svo var alltaf komið pro-krypto forseta og þá aftur byrjar maður að segja, þetta þú veist, this time it's different og þá fara allar að segja, þú veist, þið sögðu þetta líka síðast og þannig að maður sjálfur svolítið varkár en ef við förum svolítið bara að síðu staðnindunar það sem ég til að segja það nánast, við þurfum að stikla aðeins lengra inn sko, til að ég geta það, en það nánast þegar búið að debunka þetta 4-year cycle concept, á hverju byggja það? Jú, fyrir að fyrsta skipti í sögunni í mars 2024 frekar en, það var örugglega mars þá förum við og breykum $69,000 all time high-ið 2001, förum í $74,000 sem sagt fyrir helmingun fyrsta skipti í sögunni sem það gerist af því að all time high alltaf verið breykað ykkur 6, 12, 18 mánuðum eftir halving þannig að strax þar ertu komið með frávik og þá fór allir að tala mannst ekki að við rættum þetta á sín tíma bara nú skulle búið ykkur undir sko meira intense en skemmri bólamarkað mannst ekki eftir þessu? Þá vorum við að tala um þetta því ETF-anir eru að frontrunna þetta svo mikið Pól var með Raul Pal fyrir gjöð var með þetta sem allan eitt scenario. Já, einmitt og ég meina að þetta var alveg rökrætt það sem við erum kannski að fara að keyra bara mjög hratt upp í 200k eða eitthvað og svo bara getur komið bara bear market miklu fyrr en þú veist áður ekki þráfrið það sannarlega hefur ekki komið á daginn og einhvern veginn erum við búin að díla við það ástand að við förum yfir eins og við toppum þetta all time high í mars, svo fyrir við bara aftur niður erum bara consolidate allt sumari 2004 Trump-kjörin í november eftir að búin að malla aðeins upp við breykum all time high aftur förum í yfir 100k og erum meir og minna þú veist, við fórum 104 en svona meir og minna, bara búið að vera með mjög yfirvegaðan steady markað, bara svona steady growing markað, þú veist, þú ert með eitthvað incidents eins og þú veist, þú varst náttúrulega með Japanese carry trade sem við fjöllum á sínum tíma og nokkur svona incidents sem náttúrulega vorið bara hér með tollan og allt þetta var náttúrulega svona, við fengum svona mini bear market eitthvað skonar, en heilt yfir er þetta bara búið að vera í raun og veru mikilli andstöð við sannarlega eitthvað svona 4-year cycle concept af bull market og bear market. Í háu vaxtarumhverfi líka. Og í háu vaxtarumhverfi. Það var önnur kenning sem sagt að bara við munum aldrei geta topp og alltaf maður fyrir að vera komin í lága vexti. Og hér kemur punkturinn minn með þessu öllu saman. Ég segi fyrir mitt leyti, mér finnst þetta miklu heilbrigðari markaður og ég vona innilega, ég held að vera ekki hjá því komst á einhvern tímamúnta að við fáum einhvers konar blow off top, sko, en ég vona innilega að þessi markaður haldi bara áfram að spila svona eins og hann er búin að vera að gera. Við erum að vaksa, market capið er að hækka,
kryptomarketcapið að hækka, Bitcoin að hækka, Ethereum að hækka, þessar stóru öflugu myntir að hækka. Þetta smám saman að fá meira adoption, meiri viðurkenningu, þetta smám saman að festa sig meiri sessi sem svona geopolitískt konsept og ég held að sé miklu betra fyrir alla að við höldum áfram á þessari vegferð, að þess sannleikurinn bara sá. Það hljómar vola næs eitthvað að eiga í einhverjum rammyndum og sjá allt fara eitthvað parabolic bullrun. En sannleikurinn bara sá, þegar þú ferði gegnum svo æðisgengin bólamarkað, hann reynir svo mikið andlega á alla, meiri segja menn eins og mig og þig sem erum búin að vera í þessu í 5 ár. Ég kannski minna þegar þú selur aldrei, skilurðu, en þú veist, ok. Það reynir samt á þegar við niður, sko. Já, en ég bara segja, sannleikurinn bara sá að, sko, almenningur og reyndar segja þetta yfir alla, en sérstaklega hinn svona dæmigerða almenningsfjárfesti sem náttúrulega við erum sérstaklega að hugsa á myntkaupum því að það náttúrulega okkar viðstefna hópur. Hann miklu ólíklegri að gera gott mót í þannig, þú veist, svona þessum klassíska kryptó, sko, bull og bear market. Hann miklu líklegri til að gera gott mót í svona heilbrigðum vaxtarmarkaði. Það yfirgef ekki markaðin líka, sko. Einmitt, 100%. Og þú veist, og það sem ég veist bráhafur þessum átt að segja, að þú veist að eins og þú varst að revja upp hvernig var talað þetta lengri hringrás á síðasta búlmarkaðið. Ef við skoðum núna, þá eins og þú ert að telja upp allt þetta og við bætum við þegar kauphallarsjóður og gulli komu, þá kom 6 eða 8 ár í bara beinu uppseflu. Já, 6 ár, einmitt. Já, 6 ár. Þú veist, það eru, og þessi fyrirtæki, það að vaxtarlækkunin að fara að byrja núna, þú veist, þá erum við að sjá svona alls konar indikator að það sé lengra. Bernstein var að gefa út, hann var spáir því að markan haldi áfram til 2027. Þú veist, og ég fór að hugsa þetta þegar meðan við varst að tala. Ég sagði, já, ég man eftir því að það var verið að tala þetta síðasta búlmarkaðið. Svo meðan þú varst að tala þá fór ég að svona röksa, ok, hverju voru rökin þá? Það voru engin rök. Nei. Það voru engin rök nema bara, já, markaðurinn mun lengjast þegar framleiða stundir, en núna fullt af rökum fyrir því. Einmitt. Já, þetta búið að vera skemmtileg yfirferð. Þannig að henda einu inn. Já. Bara því þú veist, kannski dæmi svona, hvað svona mikið af fréttum og maður talar eitthvað fréttir, svo bara fara fréttir sem hefðu verið fyrir hálfu ára síðan að gríðarlega stórar, svona einhvern veginn framhjómanni. Ég var að sjá það að það búið að gefa upp að samanir arabiska fyrstadæmið á 700 milljónir í bitcoin sem 6.300 bitcoin. Ok, já. Það búið að vera umræða síðustu 2 árin að þeir eiga, þeir verið bendlaði við sem var kallað Mr. 100 sem var keypt 100 bitcoin á dag og svo framvegis og svo var hann að Mrs. 200 sem var að kaupa eitthvað líka sem hefur búið að vera að kaupa ennþá meira undanfarið, sko. Mér finnst þetta að vera, þú veist, dæmi það að það sem við vorum að spá fyrir ykkur síðan og kom ekki alveg í ljós var raunverulega að gerast og þetta bara eitt dæmið, þú veist, við eigum eftir að koma fleiri dæmi sem við vitum ekki nú þegar sem samt nú þegar búin að eiga sér stað, held ég. Einmitt. Já, ég skil ekki á hverju eigi ekki meira svona með hvernig maður heldur að þeir séu, sko, en ég held að það komi. En þetta vissulega ekki síðasti föstudagur mánaðarins, en þetta það sem við erum að taka þetta upp á 5. degi, en þá ætlum við að halda okkur þar sem þetta síðasta hlaðvarp mánaðarins, að þá erum við með bókahornið. Bókahornið, já. Og þú ert búin að velja bók. Já. Og ég veit hvað bóka en ég hef ekki lesið hana. Þú kannski segir okkur aðeins frá henni. Já, þetta svolítið svona öðruvísi valheldur en ofta áður af því að ég get ekki beint sagt að þetta sé Bitcoin bók. Þetta bók eftir mann sem heitir Jeff Booth. Já. Sem heitir Price of Tomorrow. Hún ekki löng og hlutfallið að umræðum Bitcoin ekki mikil en hún svona í grunninn styður það rosalega mikið. Þetta svona, hvað var að segja, svona umræðan svolítið það hvernig svona þjóðfélagi virkar og það verið að tala þú veist að með áránum það þannig
að það alltaf ódýrar og ódýrar að framleiða vörur. Mhm. Svo bara síma, tölvur og svo framvegis. Já. Á sama tíma erum við í svona umhverfi þar sem að peningurinn verður alltaf minn og minn í verði, sem gerir það að verkum með þess að sko að það svona, hvað að segja, svona platar svolítið hversu mikið peningurinn minnkar í verði af því að þarna framleiðsluverð alltaf að vera minna og minna og minna, þú skilur hvað ég minna. Já, algjörlega, einmitt. Og þarna og það mjög svona áhugavert að þú veist að sjá þessar pælingar því svo þú veist fer maður inn í þetta sko þú veist og það líka hvernig þessu hvernig fjármálakerfinu stýrt sem við höfum svo oft rætt hérna þú veist til að efla fjármálakerfið að þá þá erum við að prenta meiri pening og það, þú veist, þetta minkaverkildi peningarna líka. Bókin kemur þetta upp í miðju COVID sem að við vorum aldrei prenta eins mikið af peningum í bara sögunni, sko. Þannig að hún verður svolítið þarna, verður töluvert vinsæl og það sem ég finnst líka svona áhugavert í henni svo sem, ef þú lest eitthvað svona aðeins hana, þá kemur það ekki beint fram, en það eitthvað sem kemur samt fram í bókinni og kemur líka, ég sé svona viðtölum hjá honum líka, sko. Hann talar aðeins það, þó að það sé kannski ekki megin inntak bókarinnar sem við höfum rætt fyrir löngu síðan í þættinum, hvað líka, þú veist, við erum lélega spá fyrir framtíðina. Já, einmitt. Þú veist, að við höfum ekki trú á bílnum þegar bíllinn kom fyrst, við höfum ekki trú á, þú veist, rafmagnið, þegar rafmagnið kom, síminn, internetið og svo framvegis og núna Bitcoin, sko. Hún mjög vel skrifuð og þú veist, og ekki síður líka, sko, ef fólk nennir ekki að lesa bókina, þá myndi ég ráðleggja fólki að finna eitthvað viðtöl við Jeff Booth. Já, ég hef hlustað nefnilega á viðtöl við hans. Hann frábær, hann þetta í dag, svona, ég veit ekki hvort það hafa alltaf verið það í kjölfar þess að hann skrifar þessa bók, að þá hann mikill talsmaður Bitcoins. Já, það ekki hægt. Og þannig að þú veist, ég bara mæli eindrið með þessari bók. Einmitt, ef þú ert að pæla í þessum hlutum, þá held ég ekki hægt að enda annars staðar en að vera Bitcoinir, sko. Ég hef ekki lesið þessa bók, en ég hef hlustað talsast á hann mann og ég veit ekki hvort þetta kvót sé frá honum komið. Ég minnst það hvort ég heyrði það frá vinum mínum og mér fannst það ótrúlega gott og það kjarnar held ég talsvert þar sem þessi maður að segja. Ég veit ekki hvort þessi vinur mér var sjálfur að smíða þetta kvót eða hvort hann hefur tekið eitthvað annars staðar. En hann sagði sko, við vorum að ræða þessa hluti í raun og veru að því just ég var að segja bara pældi hvað galið að við erum að díla við það að þú veist, það bara fólk á erfitt með að endum saman þegar við erum að sko einmitt allar þessar framfæri, það ætti alltaf að vera miklu auðveldara og þá sagði hann sko when you have sko abundance of money eða when money is abundant þegar það er bara gnægð og ótakmarkaður peningur þá býrðu við skort í öllu öðru. Já. Og það það sem Fiat-kerfi skilur. Það er góð til þetta framan á bókinni, undir titlinni. Já. Why deflation is the key to abundant future. Já, það er önnuleg að sko segja þetta í raun og veru sko, að hérna, við búum við kerfi þar sem peningar eru til í ótakmörkuðu magni og það er einhvers konar, við þurfum bara að sætta okkur við það að það er bara alls konar skortur sem flestir að díla við, auðvitað ef við náðum langt fram, sko, miklum framförum bara í sögum mannkins með hérna lífsgæða og svo framvegis, ég er ekki að gera lítið úr því, en ég held að við getum verið komið svo miklu lengur, bara sem dæmi það að hérna, þú veist, alltaf lægra og lægra hlutfall, minna og minna hlutfall fólks í efna á, sko, það gefur höfuðið, þú veist, þú þarft ekki að vera eitthvað snillingur til að átta á að það er ekki eðlilegt. Dæmi það. Ég sá línur bara í vikunni, mér dettur þetta bara allt í einu hug. Það sem var að sýna sko 1990 var meðalaldur þeirra sem var að kaupa eignir í Bandaríkjunum, hvort það var ekki bara hvort sem að sinn fyrstu eign eða voru að kaupa eign á þess að eiga eign fyrir. Það var 23 ár. 54 ár í Bandaríkjunum í dag. 54 ára. Wow. Við trúum þessu allar sko. Það er bara að þú veist, það er vonlaust fyrir ungt fólk í Bandaríkjunum að kaupa fasteign. Já, og ég meina ekki að það er mikið skrára hér á Íslandi sko. Okkurlega. Þannig að það er bara eins og
stack sats og stay humble. Þá getur þú mögulega keypt að endanum fasteign. Það er fullt af ungu fólki á myndköpum sem búið að kaupa, veist, eftir hvað er efna á, 10 skall á mánuði, 50 skall á mánuði, 20 skall á mánuði og svo með tímanum á kynnismæður viðstafinum er að hafa samband eða hvað það er og það var bara rosa mikið ungu fólki sem er bara sett við mann, bara búið að gera það kannski í nokkur ár. Ég sé bara enga aðra leið inn á fasteignamarkað. Öðru svona að fara bara í kasínó, skilur. Ég veit fólk sem að hefur keypt fyrir nokkrum árum síðan tölvöld af Bitcoin og selta síðan til að kaupa sér fasteign. Þannig að það er raunverulega fullt af svoleiðis dæmum. Og svo ertum við menn svo Bergþór Másson sem fara auðvöldlega þeir selja fasteign til að kaupa Bitcoin. Bitcoin, já. En það er svona. Herru Björn, ég þakka þér kærlega fyrir góð spjall og ég þakka ykkur kæra hlustendur fyrir samfylgdina og við sjáumst og heyrumst að vikuleiðinni. Verið sæl.